heiti Stefán Ingvar og í þessum þætti þá erum við að fá til okkar gesti af hinu pólitíska sviði og við ætlum að tala hægri sinniðustu, vinstri sinniðustu, ráðríkustu og frjálslyndustu skoðun þeirra. Og fyrsti gestur minn Finnur Rickard Andrason, hann vinstri grænn, fór fram fyrir vinstri græn í síðustu alþingiskosningum og komst ekki á þing og núna ætlar hann að reyna að fara í borgina og í prófkjöri fyrir fyrsta sæti og velkomin Finnur. Takk fyrir að koma. Hvað hægri sinnaðasta skoðunin þín? Ég veit það bara beint í djúpulögina. Já. Sko, ég var búinn að hugsa mjög lengi svarað þessar spurningu og ég er svo vinstrisinnaður, mér datt það ekkert í hug. Ok. En sko, kannski kemur eitthvað í beinni. Við erum ekki í beinni. Við erum að taka upp. Ok. Sko, ég myndi segja kannski að nota frjálsa markaðinn til þess að endurheimta votlendi. Ok, hvernig gerum maður það? Sko, endurheimta votlendis mikilvægt að því við þurfum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, við þurfum að bæta landgæði og við þurfum að tryggja búsvæði fyrir plöntur og fugla og alls konar önnur dýr. Við erum búin að eyðileggja rosa mikið af votlendur okkar á Íslandi. Já. Og með því endurheimta það þá... Þú veit hvernig eyðilögðu votlenduð? Með því að grafa fullt af skurðum. Akkur ára að grafa skurðið? Sko, ríkið niðurgreiddi skurðagröft á seinni hluta síðustu aldar. Já. Í þeirri von að það myndi auka landbúnaðarframleiðslu, auka umsvif landbúnaðar á Íslandi. Já. Þannig að það var bara greitt ef ég man rétt fyrir bara hvern meter eða kílómeter af skurði sem var grafinn. Á þess að það þurfti svo að sanna það að það væri svo farið að stunda landbúnað á landinu eftir á. Þannig að það var bara fullt af fólki að grafa skurði? Já, þannig að það var bara alltaf mikið æði. Var vel borgað fyrir að gera þetta? Það allavega voru það margir sem að töldu að borga sig að fara í þetta, að landið er alltaf svona sundur skoriðin skurðum, sko. Já. Þannig að ríkið setti þá rosa mikið penning í eitthvað sem að það held að myndi gagnast samfélaginu, sem að kemur svo í ljós að gagnast okkur alls ekki og við þurfum að snúa tilbaka. Og sko, mér finnst mikilvægt að ríkið stígi inn einhverju leyti hérna og komið með stuðning til sko bænda og landeigenda til þess að fara vel með landið. Já. Og endurheimti sjálft á sínum eigin ríkisjörðu. En það virðist vera... Hverju voru að grafa í sundur ríkisjörður? Voru bændur? Já, ég vil ekki alveg þá reyna. Það geta verið sko að það hefur verið einhver svona landbúnaðar afnót á ríkisjörðum með sem lagst af og ríkið ekki gerðan tilbaka. Svona það eru skurðir grafnir líka til þess að undirbúa framkvæmdir, vegi og hús og annað. Og stundum bara fer það ekki alveg alla leið. Stundum eru vegir síðan færðir, stundum eru hús rifin, þannig að það getur verið alls konar aðstæður sem skapa það sem að einu svona gagnast að vera með skurð og núna ekki lengur. Fair enough. En þannig ég held að sko við þurfum að nýta viljan sem virðist vera einhver leyti hjá markanum til þess að kaupa svo kallar kolefniseiningar. Kolefniseiningar verða til þegar við segjum bara við ráðast í endurheimt á votlendi á 1 hektar af landi og stöðum þannig losunina, vatnsyfirborðið hækkar og þá sparast 30 tonn af 30... Sorry, ég misti aðtekluna. Kolefniseiningar og við viljum hækka... Sorry, ég datt út til að tala vatnið. Já, sko þegar þú endurheimta votlendi, þá tekur mold. Eða jarðveg sem er helst af sama svæði. Setur jarðveginn ofan í skurðina, fyllir upp í það og þá kemur vekk fyrir að vatnið flæði út úr jarðveginum, út af jörðin. Þannig að þú búið fyllir í skurðina og hækkar ætti vatnsyfirborð jarðvegsins að hækka og það kemur vekk fyrir niðurbrotalífræn efni og þar af leiðandi kemur vekk fyrir losun gróðurhúsalofttegunda. Og með því að koma vekk fyrir þetta og með því að fá þetta vottað af þriðja aðila, óháðum þriðja aðila, svo hvernig vottunaraðila, þá getur landeigandi fengið kolefniseiningar, vottaðar kolefniseiningar sem að segja bara sanna það þegar ég er búin að ráðast í aðgerð sem að dregur úr losun svona mikið.
og þá getur einhver einkaaðili út í bæ sagt, ok, ég vil kaupa þessa svona margar einingar af þér fyrir svona mikið pening. Okay. Þá fær landeigandinn eitthvað fyrir sér snúð, það er fjárhagslegu hvati fyrir hann til þess að endurheimta votlendið og sá sem að kaupa einingarnar getur þá sagst hafa stutt við endurheimta votlendið eða stutt við samdrátt í losun svona mörg kíló eða tonn. Þannig að það ákveðin sem markaðsmekanismi sem að mér finnst alveg spennandi og ríkið þurfi ekki að fara að eyða sko sama fjármagni í að grafa ofan í skurðina þó að það þurfi þetta bara einhverju leyti. Já, einmitt. Heldur það sé að vera vottunar aðili? Það er örugglega mjög leiðileg vinna. Já, ég tala ekki. Ég held að það geta alveg verið skemmtilegt fyrir fólk sem er búið að mennta sig í jarðvegsvísindum og náttúruvísindum. Já, ok. Ég heiði nefnilega, sko, það er eitthvað til sem er svona bara svona staðla skrifstofa, þú veist eitthvað þannig sem að kann bara staðla. Þetta er ekki sama. Nei, þetta er ekki sama. Staðlaráð Ísland. Já, það er staðlaráð, heitir það, já. Og þar eru miklir sérfræðingar og meistarar sem að kunna alla staðla íslenska. Já, það hlýtur að vera, þekkir einhvern sem er að vinna þar. Ég er svona kannast við einhverja, já. Ok, heldur það sé ekki leiðileg vinna? Hefurðu spurt þau hvort það sé gaman í vinnunni? Ég hef ekki spurt þau hvort það sé gaman í vinnunni. Ertu með númerið einhverjum meira? Nei, sem miður. Okay. Við getum ekki hringt þetta í upptökunni. Ok, já, ekki beinni. Já, ég var að vona það. Ertu með einhvern á Facebook? Nei, reyndar ekki heldur. En ég held að þau væri ekkert í þessar vinnu nema þau finnst það skemmtilegt. Nema það sé ógeðslega vel borgað. Nema það sé ógeðslega vel borgað. Já, ég svo sem efa það sko, en já, heldur að þau séu bara af ástríðu fyrir stöðum. Sko, ég held að það getur verið gaman að vera sérfræðingur eins og þau eru sko, í mjög afmörkuðu sviði og fólk sé að leita til þeirra bara daginn inn og daginn út til þess að nýta þeirra fróðleik sko. Já, ok, þannig að þetta eru svona besserwisserar. Kannski einhver leiti, ég skil ekki sem ég myndi segja við þau sko, en þetta eru annarkvort besserwisserar eða fólk sem er þunglind út af við leiðilegri vinnu. Já, vonandi. Og taka afstöðu. Vonandi, bara spennt fyrir vinnunni sinni. Ok. Já, þannig að þetta er mjög vafkileg hægri skoðun sem þú hefur. Ég sko það ekkert ástæðalegt. En svona fyrir auðvitað að þú veist, þannig að það er ekkert sem að ríkið gerir sem að þú heldur, eða borgin gerir sem þú heldur að enga framtækið færi betur með. Og þú veist, nú ég er ekki að spyrja það hvort það er eitthvað sem að þér finnst að ríkið ætti að ríkisvæða, en þú veist að það er ekkert núna sem að ríkið er að gera sem það er eitthvað, kannski ætti einhver aðilega að gera þetta. Nei, ég held ég sé ekki á þeirri skoðum með neitt sem ríkið er að gera núna sko, eða sveitarfélög. Svona. Sko, mér finnst að þú veist, ég skil ekki akkur ríkið á vínbúð. Ég held að það er mögulega hægri sennaðast á skoðunin mín. Akkur ríkið á verslun. Já. Akkur á ríkið búð. Ég veit að þetta er ekki sveitafélagsmál. Já, sko, áfengisneysla er bara rosa stórt lýðheilsumál og það var nú málþingina, ég veit ekki, í síðustu viku eða eitthvað. Það sem við verðum að ræða drykkju eldra fólks. Já. Og svo hún er, svona lúmsk og svona áhættusöm. Já, einmitt. Meðal margra. Já. Þannig ég, sko, mér finnst á TVR áfengis- og tóbaksverslun ríkisins þetta er bara tól sem að hefur verið að nota til þess að bara svona aðgangsstýring, neyslustýring. Já. Þetta sé ekki bara út í búð þar sem að við erum að kaupa brauðið okkur og hármjólkina og allt það sko, við séum ekki að grípa eina bjórkipu með bara því hún er aðgengileg skilja. Þetta er svona þarf að vera aðeins meiri ákvörðun að fara í eitthvað búð sem er opin ákvörðun tímum. En þú veist, það er alveg hægt að gera það líka bara með að hafa það bara í sérverslunum. Já, það verður hægt. En ég vil ekki hendur til að fólk sé að sko græða á einhvern sem er heilsuspillandi. Já, það er endur alveg, sko, ég skil það sjóna með. Ég vil ekki til dæmis að einhver hagnast bara sjúklega mikið að því að selja eins mikið áfengi og þau geta því auðvitað rosa vel eða eitthvað þannig. Þannig að ég finnst þetta bara ágætis fyrirkomur eins og þetta er í dag. Ok. En gamalt fólk að drekka mikið. Þú veist, amma mín og afi drukku mjög mikið og ég held að það sé bara af því að lífið þeirra var orðið svolítið leiðilegt. Er það ekki allt? Sko, þá sýnir það kannski fram á stærri samfélagslega vanda, ekki að að lífið sé leiðilegt. Sko, við séum ekki að bjóða upp á
já, nógu mikla afþrengu eða örfun fyrir ákveðna hópa í samfélaginu. Við þurfum þá bara að efla samfélagsstarf, hvort sem það eru einhvers konar fræðsluviðburðir eða samveruviðburðir eða pubquiz. Já, pubquiz fyrir eldra fólki. Ég myndi alveg heilsugar styðja og mæta á þenni viðburði. Ég svona, já, margir segja ég sé svona 60-70 í anda, þannig að það myndi henda mér ágætlega. Drekkur þú mjög mikið? Nei, reyndar ekki, ég drekk frekar lítið. Já, af því að gamalt fólk er að drekka mjög mikið, er þig? Já, að meðaltali kannski. Já, ok. Það er svona, sumir eru mjög óhóflega í... Já, þetta er meðaltal, þetta er ekki miðgildi, ég var að læra miðgildi daginn. Já, ég fór ekki að fara með hvort þetta er miðgildi eða meðaltal, en það er bara staðrið þetta margt ómargir eldri borgarar að drekka of mikið. Já. Það var ekki bara við eldri borgara, þetta var bara að setja hérna þennan hópa því þau eru svona viðkvæmu öðrum aðstæðum. Já, einmitt, að þau eru gömul. En hefur þú einhverja ástríðu fyrir málefnum, af því að þú ert gamall í anda? Já. Er eitthvað sem að þau langar sérstaklega, þú veist, í frambúðinu? Já. Af því að gamalt fólk kýr svolítið mikið til hægri oft. Vistu það? Ég veit það ekki, ég bara allir segja það. Ok. Er það ekki satt? Ég held að það sé bara rosa miklar, þú veist, við getum tekið þversnæðið samfélaginu og það er ekkert rosalega mikill munur held ég milli aldurshópa. Vissulega kannski aðeins íhaldssamari skoðanir hjá eldri hópum. Já. En já, ég bara hef alltaf ágjör af hægri sveiflunni sem bara er í sér stað með ungu. Ég er að lesa og ég er ekki að segja að stjórnmálaflokkur í Íslandi séu nasistar, en ég er að lesa uppgang nasismans núna og búin að hlusta á hana podcast-seríu uppgang nasismans og Weimar-lýðveldið og sko nasistanir voru mjög vinsælir hjá ungu fólki fyrst og fremst. Þetta komur svolítið á óvart sko, og ég er ekki að segja að einhverjir íslenskir stjórnmálaflokkar séu nasistar. Ok, en er eitthvað sem þið langar að gera sérstaklega með gamalt fólk í þessu kosningum? Langar þig að þú veist, hvað gerir sveitafélög? Sveitafélög byggja hjúkrunarheimili? Nei, þau útvega lóðir fyrir hjúkrunarheimili, en hjúkrunarheimili eru á ábyrgð eins og opinbera og enga aðala, eða ekki? Já, ríkið ber ábyrgð á þessari uppbyggingu á langbæstu leyti. Sko, mér finnst þess að ég nefndi rosa mikilvægt að við séum með fjölbreytta þjónustu sem tekur sko með af öllum þörfum eldri borgara. Jú, þau þurfa stað til að lifa, þau þurfa hjúkrunarþjónustu og svo framvegis. En við þurfum aðeins að huga sko félagslega þættinum, félagslegum þörfum eldri borgara. Mér finnst það rosa gott starf hjá ýmsum bókasöfnum. Það er boðið upp á fræðslu viðburði sem er rosa mikið aðdráttarafl. Fólk vill halda áfram að fræðast og eiga í samskipti við annað fólk og þetta er svona ákveðin félagsleg örfun að fara út og læra eitthvað nýtt og spjalla við fólk. Og mér finnst við bara þurfa þetta miklu meira og ég fyrir stundum í sund á mótana með afa minn. Já, ok. Og það er hans bara, hann hefur rosa mikið að fara svo mikið út úr því, fara að hitta sína félaga og spjalla í pottinum daginn og veginn og svo fara því kaffið þegar þau eru komin upp úr og þetta er svona, þurfum fleiri hvað, þetta er þriðjurými? Já, þriðjurými, opinbert pláss, bara svona, það sem kallaði á ensku oft bara svona, town square eða public square, eitthvað svona, eitthvað opinber stað, hvort sem það eru bókasöfn eða félagsmiðstöðar eða Twitter eða... Já, nema Twitter er á netinu og ég vil helst að fólk í persónu. Já, ok. Barir. Til dæmis. En þannig sko, mér finnst við geta nýtt, bókasöfnun okkar, sundlaugarnar og félagsleg rými miklu betur til þess að styðja við ekki bara sko eldri borgara heldur líka ungt fólk og aðra hópa. Já, sko ég ætla ekki að vera að fokka með þessa drykkju alltaf mikið, en þetta er alvöru skoðun sem ég er með. Þetta er alvöru hálfskoðun sem ég er með. Mér finnst ungt fólk drekka of lítið. Ok, okkur segir það. Ok, þetta tengist því að sko eina af mínum ráðríkari skoðunum er að mér finnst að við ættum að gera fólki erfiðara fyrir að vera í fjarvinnu og erfiðara fyrir að vera í fjarnámi. Af því að fólk, þú veist, er ekki að kynnast öðru fólki lengur og þú veist, jú, ég vil ekki vera með þessum gaurum sem segir að ekkert sé eins, þú veist, þetta er fullt af fólki að kynnast.
en þetta tengist þessu, þú veist, hugmyndunum þriðjurými, skilurðu. Ég held líka að það sé mikilvægt að annað rýmið, þú veist, sem þá vinnan og vinnaðu skóli sé bara, þú veist, að það sé rými fyrir utan fyrsta rýmið og ungt fólk, það var þróun allavega, ungt fólk var að drekka minna og ég held að það að ungt fólk sé að drekka minna gerir það ólíklegra tilhugalíf eigi sér stað meðal ungs fólks. Og veist, ég drekk ekki, skilurðu, ég alki en að fólk sé, þú veist, ok, í fyrsta lagi, fólk þarf að fara einhvert til þess að, og sérstaklega ungir kallmenn þurfa að fara einhvert þar sem að ungar konur eða aðrir ungir kallmenn eða hvár eru, af því að á yfirborðinu, þú veist, það ekkert heillandi við ungan kallmann, skilurðu. Já, offense taken. Þangað til maður kannski kynnist þeim, skilurðu, þá kemst maður að þeir eru kannski fyndnir eða gjafmildir eða góðlykta þeim eða eitthvað, skilurðu. En ef að það eini staðurinn sem að þú færð sem að ungur kallmaður næra að sko kynna sig fyrir einhverjum af sama kyni, gagnstæðu kyni eða öðru kyni á netinu, þar sem að þú veist, af hverju ætti ung kona að slá sér upp með ungum kallmanni sem hún hefur aldrei hitt. Það er bara léleg ákvörðun, skilurðu. Já, sko, ég held að þú veist að einblíðan mikið á tilhugalífið á rómantísku hliðina. Ég held að aukin áfengisneysla ungs fólks sé ekki lausn á okkar félagslegu einangrun sem að virðist vera í sér stað með ungs fólks. Sko, ég held að við þurfum... Hvað er þá lausnin? Þú ert að koma með eina lausn. Svarið það þarf að vera ein lausn. Sko, ég held að með svona áskorunir þá er ekki einu lausn. Annars var eitthvað búin einlega hana. Annars var eitthvað búin að taka ákvörðunni og bara, taka pennastrykið og... Jú, það er ein lausn, það er að drekka meira. Já, það er því skoðun. Það er ekki mín skoðun. Sko, ég held að við séum ekki bara að leysa félagslega einangrun eða vanlíðan ungs fólks með aukinni áfengisneyslu. Það held ég að fara bara illa með fólk. En þessi þriðji rými aftur, þú veist, við þurfum að gera það auðveldara, við þurfum að lækka þröskuldinn fyrir fólk til þess að veist, kannski bara til að byrja með að lækka þröskuldinn í sjálfræðiþjónustu. Ég held að við þurfum að byrja á því að adressa þá staðreynd að það er mörgu ungu fólki sem líður illa og líðanin er að dvína. Þannig að við þurfum að taka það því áður en við ætlum kannski að fá fólk út aftur af því. Ég held að ef þið líður illa og fólk er að segja að þú bara þarf að drekka meira. Ég held að það sé ekkert nóg góð lausn og aðlaðandi fyrir ungt fólk til þess að einhvern veginn komast út úr þessum flókna vítarhingi sem vanlíðin getur verið. Þannig að þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvað lausnin er. Lækka þröskuldinn í sálfræðiþjónustu og aðra sambærilega þjónustu. Búa kannski til meira spennandi þriðji rými fyrir ungt fólk. Þú veist, bókasöfn eru mjög góður staður, ákveðin greiðstaður fyrir ungt fólk og aðra samfélagshópa. Að það er eitthvað við þá sem er kannski ekki alveg í takt við nútímann eða ég veit ekki þarfir ungs fólks í dag sem að er ekki að trekkja nóg mikið að en ég held að þetta sé líka bara stærri en það snýst ekki bara sko að fólk sé ekki að hafa ekki nógu gott aðgengi að einhverju þriðji rýmum eða sé ekki að drekka nóg eða eitthvað þannig, sko. Ég held að snúist líka ákveðna svona væntingar samfélagsins til sko fólks og ungs fólks að fólk upplifir mikla pressu, mikið þrýsting frá atvinnulífinu að vera í vinnu, að standa sig vel og gera þetta alltaf. Og við þurfum að slaka alltaf á þessum kröfum. Það á ekki að vera þannig, við eigum ekki búið í samfélagi þar sem atvinnulífið fær ráða að 100% vinna, það er normið, það er það sem allir eiga að vera að gera. Og þetta smitast síðan yfir í leikskólamálin sem er nú kannski fyrir færum okkur yfir í ennþá yngra fólk. Finnst þér að leikskólabörn ættu að drekka meira? Alls ekki. Ok. Nei, en atvinnulífið fær rosa mikið ráð á því hvernig við getum hagað leikskólakerfinu okkur í dag. Atvinnulífið því er leyft að setja leikreglunar í dag. Og það er rosa svona djúbróti menning sem við þurfum að vinna til lengri tíma að því að breyta.
það ekki eitthvað sem við breytum á 1-2 árum. Nei. Ekki á einu kjörtímabili. Mér finnst þetta mjög brýnt samfélagsverkefni að við breytum því hvernig við horfum á vinnu, á atvinnu. Þetta sé ekki svona 100% hark eins og venjan hefur verið undanfarna áratugi. Og við færum okkur aðeins í nútímann að foreldrar geti verið meira með börnum sínum og fólk geti haft meiri tíma til að sinna heilsu, áhugamálum, vinnum og svo framvegis. Þannig að ef við farum okkur yfir í það þá sjáum við að þetta ekki bara skortur á einhverju þriðjurýmum, þetta ekki bara skortur á einhverju afþreyingu fyrir ungt fólk, þetta líka bara hversu mikið atvinnulífið og vinnumarkaðurinn að þrengja að okkar grunn svona þörfum sem bara mannfólk. Já, það er glatað. Það er bara glatað. En hvað er vinstri sinnaðasta skoðunin? Ég á fullt af svoleiðis. Frítt í strætó fyrir allavega ungt fólk og námsmenn. Helst eldri borgara líka. Á næstu svona 5 árunum og náttúrulega bara til framtíðar myndi ég vilja sjá allar almenningssamgöngur bara vera gjaldfrjálsar fyrir alla Þetta er samfélagsþjónusta sem að við eigum að bjóða upp á. Því opinbera, þetta er bara þjónusta sem að allir ættu að geta notið góðs af burt sér frá efnahagslegum bakgrunni. Þannig að það er svona rosalega sterk skoðun sem ég hef og eitthvað sem ég langar að beita mig fyrir. Veistu hvað það kostar að hafa frítt í strætó fyrir alla? Ég veit bara að við erum að setja einhverja 20 milljarða í rekstur strætó á hverju ári. Ég man ekki hvort það 150 til 200 milljarðar eitthvað svoleiðis. Kannski er ég fara með rátt mál hérna. Kemur í ljós. Ef þú ert að vera með rátt mál þá ertu fucking tekin. En maður þarf ekki að vita allt. Það sem mér finnst mikilvægt í stjórnmálum er að ég hafi skýra sýn. Að ég viti hvernig samfélag ég vilji byggja. Og ég vil samfélagi þar sem allir hafa aðgengi að almenningssamgöngum og ég veit að það er hægt. Þetta er bara spurning forgangsröðu. Og það forgangsraða til dæmis Sundabraut sem kostar 20 milljarða umfram bættar almenningssamgöngur, það finnst mér bara fáránlegt. Þannig að það er hluti af þessari vinstri sinnuðu skoðun sem ég hef sem ég finnst það svo mikilvægt. Þetta snýst ekki bara að allir hafi aðgengi að strætó en framkvæmdin er rosa vinstri sinnuð. Það að taka rosa mikið opinbert fé og forgangsraða því þannig að það gagnist sem flestum, sem breiðustum hópum breiðasta þýði almennings. Það er eitthvað sem ég finnst svo mikilvægt. Notar þú strætó einna helst til? Já, ég labba mjög mikið og tek svo strætó líka mikið, hjóla. Hvar sirka byrjuðu á höfuðborgarsvæðinu? Ég bý í Hlíðunum. Í Hlíðunum? Já. Ok, og þú labbar í Borgartún, vanlega? Já, ég labba vinnilega í vinnuna, já. Það er næst, það er skemmtileg gönguleið. Það er alveg mikil lífsgæði sem fylgir því finnst mér að geta labbað í vinnuna, Já. Og þú veist, það er síðan annað sem ég langar að leggja áherslu á núna í kosningabortunni varðandi borgina. Já. Það er að við séum að huga að öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Já, það er mjög hættulegt að labba og hjóla. Það er bara merkilega hættulegt. Við bara séð í fréttum strax svona undanfarnar vikur á þessu ári og ég man ekki undir lok síðasta árs líka bara mjög alvarleg umferðarslys þar sem að gangandi keyrt á gangandi vegfarendur. Og við höfum ótal svona dæmi gangandi og hjólandi vegfarendur þar sem að bílar eru bara sýna rosa mikla vanvirðingu gagnvart öðrum samgöngumátum. Og svo upplýði þetta bara sjálfur núna í síðustu viku og bara keyrt á mig. Var keyrt á þig? Já. Fast? Allt í lagi með mig og ekki fast sem þetta fer. En það sýnir það bara að þetta var bíll sem var staðsettur ágangbraut, bara beginastofbraut og ég gat þá ekki labbað á ágangbrautinni sem á að vera minn griðstæður safe space sem gangandi vegfarandi. Típisku lippi talandi safe spaces. Nei, svo gengi fyrir aftan bílinn og bílinn byrjar að bakka. Fuck. Og bakkar á mig. God damn. Og þetta bara svona herti mig í þeirri skoðun að við þurfum virkilega að í fyrsta lagi með hönnun, það hvernig við hönnum gangstéttir, gangbrautar, rými fyrir gangandi þá þarf að vera gert með þeim hætti að þessu öruggara, að bílar geti ekki brotið svona á öðrum þessum gangandi ferðamáta og svo þurfum við að gera það sama fyrir hjól og hjólastega
og það vil ég gera, þú veist, það bara svo auðvelt og í öllum borgum, mjög mörgum öðrum borgum þær eru hjólastíðir rauðmálaðir til dæmis, það er bara mjög augljóst hvar þeir eru og hvar þeir eru ekki. Það er betri lýsing og það er betri svona aðskilnaður og herri kattur eða jafnvel einhver svona látt grindverk sem að skilur hjólinn frá götunum. Sko ég get rátt að endalist hjól í borginni, því að sko svo fara hjólastíðirnir oft. Sko, hjólastíðinni að vera betra í borginni. Það ég get alveg hrósa fyrir það. Ég hjóla flesta mína leið á sumrin, sko, og ég bý í Vesturbænum og ég er að vinna upp í Skeifu núna. Og það er bara frábært að hjóla þangað úr Vesturbæ. Það er hjólastígur svo til alla leið og bara geggjað. Þeir eru nefnilega að verða miklu betri heldur en voru, en allt og oft blandast þeir við bílaumferð. Það er bara hættulegt. Og allt og oft enda þeir bara einhvers staðar, sko, á þess að sé neitt framhátt. Það er hvort þú lent í því, sko, en þú endaði bara og annarkvort alltaf til þess að þú færi bara á gangstéttina eða út á götu eða bara færir af hjólinu og lappir restina, eða þú veist, við þurfum aðeins að passa að við séum með einhver svona heilstæð hugsun og draðið vera með sko götu sem að fyrir bíl sem endar bara og fólk alltaf til þess að fólk færi út bílnum eða fari að keyra á gangstéttina. Actually þá er þetta innkeyrsla, en ok. Já, ekki nema sért bara að leggja bílnum, skilur við. En finnst þér ekki ósanngjarnt að maður getur verið í símanum þegar maður er að labba en ekki þegar maður er að keyra? Finnst það ekki ósanngjarnt? Það er miklu öruggara að labba og fólk heldur að keyra á fólk. En ég er svo sem bara ekki hlindur því að fólk sé að labba í símanum. Sagðir eitthvað gaurinn sem keyrði þig? Nei, ég ákvað að vera ekkert að gera enn málrúsi við fyrst þetta var ekki alvarlegt, sko. Ég svona horfði aftur á bak og gaf smá illt auga. Tók hann eftir því að hann keyrði þig? Já, ég held það, sko. Gerði hann eitthvað? Var hann með eitthvað svona... Nei, það kom engin viðbröð, sko. Ég veit ekki, við komum það var kannski bara skellgæðri, segja það, þetta var ekki viljandi, sko. Það er sjálfast þannig, en það... Nefnum að það hafi verið Stefán Einar. Já, nei, ég trú ekki að hann myndi gera svona mig. En þetta sýnir bara það, þú veist, fólk er ekkert viljandi að keyra á. Nei. Þetta skiptir máli að við skipum ekki borgina þannig að við drögum úr líkunum að það sé hægt. Ég held að það sökki að keyra á einhvern. Alveg pottþétt, það vill enginn keyra á gangandi vegfaranda, en það sýnir bara að bæði þurfa að bæta skipulagið, þannig að það sé öruggara að vera gangandi og gangandi. Eftir að líka aðeins að breyta sko menningun og hugafærinu og þetta komum við aftur að því sem við erum að tala um áðan í öðru samhengi, var þetta atvinnulífi og leikskólamál. Atvinnulífi stjórnar alltaf mikið því hvernig við getum hátt á okkar leikskólakerfi. Sama að segja um bílamenningu. Bílamenningi stjórnar alltaf mikið því hvernig við höfum skipulaginu okkar, því hvernig við höfum samgöngumátum okkar. Þú veist, það er örugglega fólk sem að meðvitað og ómeðvitað kýs að keyra frekar heldur en að hjóla eða labba af því það veit að það getur verið hættulegt á sérstaklega okkur svæðum að ganga eða hjóla. Já, ég geng mikið á vetuna, ég hjóleika á vetuna því að bara, það er ekki, ég finnst það bara hættulegt, sko. En líka það er kalt. Já, sko ég fekk kuldagalla í jólugjöf, ég þarf að koma þess að. Sko ég hef búin að tala um þetta í allt haust og fyrirluta veitur hvað mér langaði í kuldagalla. Svo fekk ég kuldagalla frá vinnustunum minni í jólugjöf. Ég hef alltaf búin að fara honum síðan. Þannig að ég mæli með að fólk færi rauðakrossbúðir og næli sér í kuldagalla. Ég er að koma þess eftir í tísku. Þetta var svona, já, ég sá þig, þú komst í honum, þetta er alveg svona proper kraftgalli. Já, þetta er alvöru. Alvöru, notaður. Já, ok, nice. Já, það voru í tísku sko fyrir nokkrum árum svona töffaralegir kuldagallar sem ég held að hafi ekkert verið neitt sérstaklega hlýr. Já, ég er maður fyrir praktík, sko. Ef ég ætla að gangi kuldagalla þá er eins gott að sé hlýr. Já, ok, þannig að vinstir sem þetta skoðanaðin er að þér finnst að þetta vera frítt í strætó og allar almenningssamgöngur. Það er ein vinstir sem sko, síðan finnst mér húsnæði að vera ódýrara, þú veist, við þurfum að hætta að byggja húsnæði fyrir fjárfesta. Við þurfum að... Hvar eiga þeir þá að búa? Fjárfestanir, þeir með að búa í opinberu húsnæði. Þeir þurfa húsnæði alveg svo við hinn, sko. En mér finnst ekki réttlátt að fólk sé að græða, sko, milljarða, 100 milljóna á, sko, einhverju bara í lífsnauðsyn, svona bara grunnþörf okkar mannfólksins, húsnæði. Þar að það er, ég vil að borgin eigi miklu stærra hlutfall í uppbyggingu húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu innan borgarmarkana. Já, núna er það þannig að borgin selur bara frá sér lóðir og eiga félagsbústaði. Já, sko enga aðilar, enga uppbyggingar aðilar verktakar fá útlitaða lóðir og
byggja og selja og græða því. Svo borgin vissulega með félagsbústaði sem þá opinbert almennt húsnæði og svo eru óhagnandrifin leigufélög sem eru líka í uppbyggingu og að reka í rauninni bara félagslegt húsnæði. Það rosalega dýrmætt og mikilvægt og ég vil stórauka þetta hlutfall, það félagsbústaði og bjarg og þessi óhagnandrifnu leigufélög. Við þurfum að auka sneiðina í kökunni sem að þessi úrræði, þetta almenna opinbera óhagnandrifna ódýra húsnæði fær á móti verktökunum sem að græða húsnæði. Ég áttum á því það ekki endilega raunhæft á næstu árum að klippa út einkageirinn út úr þessu, við þurfum bara að byggja það mikið. En byrju, er það þá langtímamarkmið að klippa einkageirinn bara út úr þessu? Ég veit ekki hvort það eftir lengur tíma, ég ekki hagfræðingur, það enginn sem getur sagt að þau skilji 100% húsnæðisvandann. Já, ég get það. Gjörðu svo vel. Nei, ég held að alveg eins og við vorum að tala á ef það væri einhver með gullnu fullkomnu rústina, þá búið að innleiða hana. Þá einhver búin að segja að þetta planin sem við þurfum að innleiða, en ég held að það rosa margir þættir, þetta hár fjármagnskostnaður, það háir vextir á lánum, þetta það ýmislegt í þessu. Þannig að það ekki einföld lausn, en ég held að ein af lausnunum til þess að tryggja meira framboð af ódýrara húsnæði fyrir fólk sé óhagnandrifin uppbygging á vegum bara hins opinbera á vegum Reykjavík. Það þyrfti þá ekki að brjóta svolítið land fyrir það, því að þú veist, maður veit bara að það kostnaðarsamar að byggja í þéttbýli, skilurðu, þú veist, að bæta við ekki háhýsum endur, að bæta við húsum í miðbæinn, þú veist, það dýrara heldur en að ef við myndum bara teikna upp nýtt hverfi, ég veit að það þú veist, gatnagjöld og þú veist, það er alls konar svona innviða fjárfesting og þú veist, ég ekki að segja þessi ókeypis að brjóta land, en ef við myndum bara, þú veist, ég veit ekki hvað Úlfarsárdal eða hvað heitir eftir sem að betri samgöngur fengu Keldnalandið. Þú veist, ef það væri bara nýtt hverfi sett upp þar og það væri bara einhverja sovjetblokkir eða eitthvað, og þú veist, ég ekki að tala nefnir sovjetblokkir, ég held að margir væri bara mjög til í að búa í sovjetblokk, eða væri bara, þú veist, broti land og þarna koma bara, þú veist, 100 sovjetblokkir með 50 íbúðum hver, margir væri bara þakkláttur fyrir það. Mögulega, blönduð byggð rosa mikilvæg. Við þurfum að forðast einsleitni í uppbyggingu í húsnæði, í hverfum. Og það að búa til mjög einsleitt hverfi, það býður upp á bara svona hólfun í borginu. Það býður upp á það að ákveðnir tekjuhópar hópist saman, ákveðin þjónusta sé ekki aðgengilega ákveðnum hópum, við viljum það ekki, við þurfum fjölbreytta blandað byrði þar sem að húsnæði fyrir ýmsa tekjuhópa, ýmsa samfélagshópa með fjölbreyttri þjónustu í nærsamfélaginu, þannig að þess vegna ég þétt ekki sinni, mér ekki sama hvernig við þéttum, kostar nefnilega að brjóta nýtt land, ekki bara gatnagerðar gjöld að koma frávitu og leggja rafmagn og allt þetta sem fylgir því að færa okkur utar og utar við borgarmörkin. Það kostar líka gagnvart náttúrunni og umhverfinu. Já, einmitt. Mér finnst það svo mikilvægt að við stöndum vörð vaxtamörkin sem búið að samþykkja að standa vörðum. Við getum ekki leyft okkur að halda okkur að brjóta nýtt landa því að á hvaða tímapunkt ætlum við að segja að nú komið gott. Það bara komið gott núna, næstu áratugina. Það nóg af reytum ennþá sem við getum gett á. Já, byrju, þannig að þú vilt bara ekkert nýtt land brjóta næstu áratugina. Ég held við þurfum allavega að forgangsraða því að halda áfram á þeirri braut sem við erum, að standa vörðum þessi vaxtamörk. Af því það kostar samfélagið að eyðileggja náttúru. Það kostar okkur lýðheilsulega að færa grænusvæðin okkar fjær og fjær. Ég vil þéttingu án þess að við göngum á grænsvæði. Við þurfum að standa vörðum þau grænusvæði sem eru þegar innan borgarinnar, við þurfum að fjölga þeim í ákveðnum hverfum og tryggja að þar sem við erum að byggja nýtt húsnæði, að það sé ákveðið grænt ívaf í rauninni, það sem að þræða græna þráði gegnum allar borgina. Eins og upp í Breiðholti með græna gímaldið. Já, það svona græni þaður sem við að vísa í. Mjög current brandari. Og það annað dæmi skort á vandurni, það þarf eitthvað að taka til þarna. Já, það var algjört fokk, maður. Það var, já, ekki borgaryfirvöldum ekki til. Mér er svo geðveikt margir hafi mist boltan.
þegar þetta kom, alveg bara svona við leiðum staðið svona 10 manns átt að grípa það. Já, sko ég ætla ekki að tala niður sko starfsfólk borgarinnar. Voru svo bætt fólk sem er að vinna og getur besta, en það er einhverja brotalamir í kerfinu sem gerir það verkum að þetta gerist og það samskonar mætti yfirfæra þetta yfir á það líka að við erum að fá rosa svona einsleita uppbyggingu, þetta er búin að lesa hérna Jötunstein eftir Andersnæði. Nei, reyndar, hún er á leslistunum minni. Já, hún er rosa góð og kjarnar rosa vel bara það sem mér finnst hérna húsnæðis- og skipulagsmál í borginni. Það er rosa mikil einsleitni og það ræðist af því að þetta eru peningaöflin sem fá að ráða. Þetta eru byggingaverktakarnir sem að er að reyna að græða, sem að spara í hönnun með því að nota samskonar eða sömu tekningar og svipaða klæðningar og svona, sker það verkum að fyrsta lagi verður mikil einsleitni, öðru lagi er ekki nógu mikil áhersla á umhverfið, mannlega umhverfið, byggingin er ekki mannleg eins og hún er. Það sem ég brenn fyrir er að við búum til mannlega borg sem er hönnuð fyrir fólk til þess að líða vel. Ég finnst það ekki alveg vera stefn í dag, sko. Og það er líka, sko, ekki bara í Reykjavík, það er bara maður getur vaknað í flestum sveitafélögum úr dái og það er allavega eitt hverfi í öllum sveitafélögum landsins, flestum sem eru, í einhverju uppvaksta skeiði. Maður getur vaknað og ekki vita hvort maður sé á Höfn eða Selfossi eða Akureyri. Það er bara, sömu hús að rísa um allt land. Það er svolítið niðurdrepandi, en hvað er frjálslyndasta skoðunin þín? Sko, það er bara mjög góð spurning. Takk. Sko, ég held að almennt sé ég mjög hlindur frelsi í samfélaginu. Það að hámarka frelsi myndi ég segja sé eitt af mínum markmiðum með því að vera í stjórnmálum. En ég held ég því annan skilning í hugtaki frelsi heldur en margir sem að kannski tala mest frelsi í pólitík, sem eru þá yfirleitt hægri sinnari einstaklingar. Sko fyrir mér snýst hámarka frelsis ekki endilega hámarka frelsi hvers einasta einstaklings, heldur að hámarka frelsi samfélagsins sem heildar. Það að auka eins mikið við getum frelsi einstaklinga dregur að mörgu leyti úr frelsi samfélagsins í heild sinni. Þetta er mjög svona, þetta er flókin heimspeki sem þú ert að tala um. Sko, ég get komið með dæmi. Það að leyfa öllum að keyra dísil eða bensínbíl, velja samgöngumáta. Það er ákveðið frelsi sem fólk myndi segja að felist í því og ég er bara frekar hlynntur því að fólk fá að velja hvaða ferðamáta það kýs, en það þarf að vera sanngjarnt val og það er það ekki í dag. Það er bara, við búum í rosa bíla miðuðu samfélagi, bíla miðuðu skipulagi, þannig að þarna er ekki nógu gott val, þar að segja, hið opinbera þarf að stíga inn, lyfta upp gangandi hjólandi almenni samgöngum, gera það raunhæfari valkosti. Þarna er komið dæmi fólk segir að það sé ríkjafrelsi í dag, ég er ósammála því. Það er ekki, ég er sammála þér. Það geta ekki, það er rosa stórt hlutfall af borgarbúum sem geta ekki valið virka eða umhverfisvæna samgöngumáta. Ég get ekki notað strætó eins mikið og ég myndi vilja, það bara er verulega ópraktist fyrir mig. Og svo, sko, það að veita fólki frelsi til þess að, ef við myndum segja bara óendanlega, við myndum ekki ákveða að einhverju tímabúti ætlum við að hætta að nota bensín- og dísilbíla. Fólk myndi segja, það ákveð frelsi fólki því að leyfa fólki bara að keyra á þeim orkugjafa sem þau vilja. En hvað gerir það ef að fólk nýtir þetta frelsi út í eða óendanlega, bara næsta áratugina? Jú, þá brennum við meira bensín, meira dísil, það losar gróðurhúsalofttegundir og veldur loftslagsbreytingum sem kemur illa niður á samfélaginu okkar. Veldur sjávarflóðum og þurrkum og skriðuföllum og á endanum tjóni á fólki, innviðum og kostar samfélagið í heild peninga, skattpeninga sem þarf til þess að byggja upp. Þannig að sko, það er svona falin kostnaður og þetta er það sem mér finnst sko, mikilvægt að við ræðum þegar við erum að tala um frjálslyndi og frelsi. Það að hámarka frelsi snýst það að við getum nýtt sko, sameiginleg gæði, hvort sem það eru almannarými eða heilbrigðiskerfið eða bara peningar eins og opinbera
við getum nýtt þessar sameiginlegu auðlindir á sem bestan hátt til þess að sem flestir í samfélaginu gagnast að því. Og þá þýðir það kannski bara að við þurfum að banna bensín- og dísilbíla á einhverju tímapunkti til að koma í veg fyrir heilsubrest hjá öðrum fólki í samfélaginu. Það væri ógeðslega lúðalegt þú veist, það væri svo nördalegt að segja eitthvað ég vil frelsi hvaða orkugjafa ég nota, þú veist, það er fucking nördalegt að segja það. Ég myndi segja, þú veist, ég held alveg að það séu ákveðnir einstaklingar í pólitík í dag sem að ég kannski ekkert svo ósammála að mörgu leyti sem myndir samt standa rosa mikið vörð þessa hugmyndafræði frelsi út í óendanlega. Þú veist, það er ástæða fyrir því að það er ríkisvald og það eru sveitarfélög. Þú veist, það er ástæða fyrir því að þið opinbera ber ábyrgð á því að búa til ákveðna leikreglur. Þú veist, ef við værum ekki með leikreglur, ef við værum ekki að grípa inn í á stöðunum þar sem við þurfum að grípa inn í, þá væri samfélagið bara ekki nærið þessi gott að það er í dag, sko. Þannig að frelsi er mikilvægt en það má ekki ganga of langt þannig að það gagnist afmörkuðum hópum og skaði samfélagið heild. Já. Ok, þetta er góð skoðun. Hvað er ráðríkasta skoðunin? Sko, það er góð spurning. Þú ert að bara tala bara ég vilji breyta einhver reglum bara svona. Já, bara ef þú mættir banna eitthvað eða skikka alla til þess að gera eitthvað svona eins og ég til dæmis myndi skikka alla sem eru yngri en 30 ára til að drekka minnst einu sinni í viku utan heimilisins og ég myndi banna öllum núverandi eða fyrrverandi fjölmiðlamönnum að drekka heima hjá sér á sama tíma og loggaðin á Facebook. Ok. Sko, er þetta ráðríkustu skoðurinn þína? Ég held það. Ok. Sko, ég er ekkert ósammála sitt með skoðurinni. Ok. Sko. Ég held að það veri fínt að við myndum bara taka síman af flestum eftir klukkan 8 á kvöldin. Já. En ég held að við myndum koma í veg fyrir svo mikið samfélagsdrama á Facebook ef fólk myndi aðeins bara leggja símanum á kvöldin. Já. Bannalhluti, það er ýmislegt sem að mér finnst mætti taka á og herða. Nagladekk er eitt af því sem að tengist borginni. Já. Skikka alla til að vera með nagladekk. Já, nákvæmlega. Sko, við þurfum ferskt loft í borginna og ég meina það bæði í þeim skilningi að við þurfum ferskt fólk. Bara aðeins svona lofta út úr borgarstjórn og fá nýtt fólk og ferskar hugmyndir. En við þurfum líka ferskt andrúmsloft til þess að anda að okkur. Þetta er bara heilbrigðismál að við draugum úr loftmengun í borginni með því að bæta almenningssamgöngur, með því að gera hjólastíga og göngustíga öruggari, með því að auka vægi þessara umhverfisvænu samgöngumáta í þessu valfrelsi sem við vorum að tala um. Og hluti í því að bæta loftgæði í borginni er að bara banna nagladekk. Þú veist, ég er ekki komið útvarsla á þessu en þetta er sín sem ég hef. Nagladekk innan borgarmarkana held ég að séu langflest eða ekki allir daga ársins óþarf. Það eru til mjög góð vetradekk sem eru ekki með nöglum, gera sama gagn eða betra í ákveðnum aðstæðum. Þetta er bara rannsóknir sem hafa sýnt þetta. Það eru mannslíf sem við erum að tala um vegna loftmengunar af völdum nagladekkja. Þetta eru mannslíf og þá skiptir það mér máli að ég beiti mig fyrir því að borgarbúar upplifi sig örugga, upplifi borgina þannig að þau geti bara andað þessu loftinu á þess að vera að skerða heilsuna sína. Þannig þetta er svona, kannski hot take sem ég er með, að við þurfum að allavega byrja á því að taka eitthvað gjald fyrir þetta heilsusvillandi. Hvað er núna gert í sambandi við nagladekk? Það er bara eitthvað tímabil að þú mátt vera á nagladekkjum vetur og sumar. Akkur er allir að tala um að þú veist, ég hef séð einhverju gaura eftir klukkan 8 á Facebook þegar það var hált þann dag, eitthvað, nú eru lippanir örugglega glaðir, það komst enginn frá heimilinu sínu af því að nagladekk er ekki til lengur. Akkur er fólk að segja þetta? Af hverju? Sko, fólk á Facebook eftir klukkan 8 kvöldi það er ekki mjög gáðulegt sem kemur en Er búið að gera það erfiðar að nota nagladekk á síðustu árum? Nei, það held ég ekki. Það er bara fullt af fólki á nagladekkjum og eins og segja, þá er þetta tímabil, ég man ekki hvort það er
október til apríl eða eitthvað. Já, bara eðlilegt tímabil og síðan löggan chillaður út á landi og eitthvað. Já, það bara einhver frestu gefun og fyrir bara eftir veðri á þeim ástífum sem að þetta lift, sko. Í kringum þessi mörk á svona endanum, hversu mikið er tekið á frávikum. En það engar reglur notkun nagladekkja í borginni umfram þetta sem að gildir all land, sko, þetta sem að stendur bara í lögum, og það gerir það verkum að veist, fólk bara að anda að sér með enguðu lofti að óþörfu. Hversu marga daga á ári fólk að keyra á nagladekkjum á þess að sé snjór eða hálka á vegunum? Rosa margir dagar. Já, það búið að vera hálft svona 5 daga í vetur eða eitthvað. Og á þeim dögum sem að ekki hálka, ekki snjór, bara 0 þörf fyrir nagladekk, þá eru naglandir að tæta upp vegina sem að veldur loftmengun, sem það sem ég finnst alvarlegt, en svo getur við farið í kannski tæknilegri mál líka að nagladekk slíta vegunum rosa mikið hraðar, bara margfalt hraðar heldur að venjuleg vetrardekk, og það þýðir það að við þurfum að borga meira, aftur erum við komin í það, frelsi fólks einstaklinga til að velja nagladekk þegar það óþarft. Ok, það sem við myndum að segja, þú ert að hámarka frelsi einstaklingana, en þú ert að veita fólki frelsi til að taka ákvörðun sem að kostar samfélagið rosa mikið peningum í viðhald á vegum. Við þurfum að endur malbygga vegi mun hraðar vegna notkunar nagladekkjum heldur en ef við værum ekki að nota nagladekk eins mikið. Já, strætó hann á nagladekkjum. Ég bara þú ekki að fara með. Tekinn. Heyrðu, ok, við náðum honum. Finnur, takk fyrir að koma í Spektrum. Takk hérlega fyrir mig. Gaman að spjalla þig. Já, sömuleiðis. Takk fyrir að horfa og þessi þáttur kemur út vikulega á laugadögum. Og Finnur, þú ert í oddvitaslag í VG. Já. Má bjóða þér að hallmæla andstæðingunum einhverju leyti, segja eitthvað ljótt Líf Magnúðardóttur? Nei, ég hef ekkert ljótt að segja mína vini í pólitík. Þetta bara, við erum saman og stöndum fyrir réttláta samfélagi og ódýru húsnæði og betri almenningssamgöngum og svo bara, leggjum við okkar málefni fram og sjáum hvað gerist. Ok. Við reynum betur senna. Já, takk fyrir að koma, Finnur, gaman að hitta þig.